Góðan daginn. Ég heiti Vanda Sigurðsdóttir og er lektor í tómstunda félagsmálafræði við Menntavísindasvið Háskóla Íslands og ég ætla að segja ykkur frá rannsókn sem ber nafnið Einelti, raddir þolenda og gerenda. Ég ætla ekki að eyða miklum tíma í fræði um einelti vegna þess að þessar 15 mínútur eru fljótar að líða og mér langar mest að segja ykkur frá niðurstöðunum og leyfa röddum þátttakenda að hljóma. Ég vil þó benda á að samkvæmt rannsókninni Heilsu og lífskjör skólanema, HBSC, sem framkvæmd á 4 ára fresti hér og í 40 öðrum löndum, að það hafa tölurnar á Íslandi verið að fara upp á við og mér finnst mikilvægt að við hjálpumst öll að við að finna leiðir til þess að breyta þessari stöðu og rannsóknir geta sannarlega verið hluti af því. Rannsóknin sjálf þetta eru eiginlega viðtöl við þolendur og gerendur, þetta er hluti af námskeiðinu Einelti leiðir og lausnir sem heitir núna Einelti forvarnir og inngrip og er kennt sem skylda í tómstunda félagsmálafræði við Menntavísindasvið og er val á ýmsum öðrum námsbrautum, en þó ekki öllum. Við erum ennþá að greina. Ég ætla að segja ykkur aðeins frá 78 viðtölum við fyrrum þolendur og 17 við gerendur, tekin á árunum 2014, 2017, 18 og 19 og viðmælendur voru 18 ára og eldri. Það vakti athygli mína hvað einelti stóð yfir í langan tíma og það kannski skýrir þær afleiðingar sem ég ætla að fjalla um hér fyrir aftan. Ég gæti talað um þetta ekki í 15 mínútur heldur í 150 mínútur eða jafnvel 15 klukkutíma, þannig ég verði aðeins að velja úr og ég valdi að tala aðeins um afleiðingar á fullorðinsárum. Niðurstöðurnar eru mjög sláandi og það er oft erfitt að lesa þessi viðtöl og ég er oftar en einu sinni búin að fá tár í augun sem að sýnir okkur kannski bara hvað er mikilvægt að við tökum höndum saman og stoppum þennan skaðvald sem einelti er. En afleiðingar á fullorðinsárum, það eru bara 6 af 78 sem að minnast ekkert á afleiðingar. Sem að þýðir náttúrulega að það eru 72 fyrrverandi þolendur sem gera það. Og það segir okkur að það að verða fyrir einelti, það fylgir langflestum inn í fullorðinsárin. Og þetta eru fjölþættar neikvæðar afleiðingar. Þetta er ekki bara eitthvað eitt, þetta er alls konar. Og ég ætla aðeins að nefna nokkra marga þeim hlutum sem þau nefndu, en það voru líka fleiri atriði sem kom ekki hérna fram. Sumt var sameiginlegt, það áttu mjög margir sameiginlegt að tala um lítið sjálfstraust, brotna sjálfsmynd, kvíða, ofsakvíða og félagsfælni og þunglyndi. En það var líka talað um að forðast aðstæðurnar þar sem einelti var, áfallastreita, minnumáttarkennd, neysla, skömm, þora ekki að hafa skoðanir og vilja þóknast öðrum, sorg og vinaleysi, viðkvæmni, lítið sjálfstraust, ég var búin að segja það, alltaf með grímu, gagnvart öðrum, óöryggi, erfitt að eignast vini, ótti við mistök, ótti við höfnun, í vörn og vör sig, þora ekki að hafa skoðanir, ég var búin að segja það líka, áhyggjur, reiðagremja, sjálfsvígshugsanir og erfiðleikar með traust. Svo eitthvað sé nefnt. Þannig að þið sjáið að það að verða fyrir einelti er eitthvað sem fylgir langflestum fram á fullorðinsár og þrátt fyrir að margir af viðmælandunum eru í fínustu málum, segja það sjálfa þau séu alveg í góðum málum, eiga fjölskyldur og eru að vinna, að þá eru þau eigi að síður að draga þessar afleiðingar með sér og eru að fást við þær og mörg þeirra hafa verið hjá sálfræðingum og í annars konar meðferð til þess að takast á við þessar afleiðingar. Ég held í dag, við vitum svo mikið um þetta, við eigum að geta gert betur. Við eigum ekki að láta börnin okkar fara inn í lífið með þetta á bakinu. Raddir. Ég er náttúrulega með ofsakvíða þegar ég stend fyrir fram að fólk, byrja bara að titra. Það er bara út af litlu sjálfstrausti. Ég á bara mjög erfitt með það. Mjög margir tala um sjálfstraust. Ég tek stundum illa í það sem fólk segir, út af því að ég held að það sé að koma illa fram við mig, þó það sé það ekki. Maður tekur því bara þannig, fer svona í vörn. Þetta er svona dæmigerð skrif úr niðurstöðunum. Sjálfsmyndin mín er algjörlega brotin og þetta er eitthvað sem má greina á bara, það minnast ekkert allir á sjálfsmynd en þegar maður lesi gegna þá er þetta risastórt vandamál. Sjálfsmynd er mynd mín af mér, hvernig ég tala um mig og ég fæ hana á miklu leyti úr þeim skilaboðum sem ég fæ úr umhverfinu. Þeir sem verða fyrir einelti fá bara neikvæð. Þannig að smá saman þá hættir þetta að vera, þeim finnst þetta um mig í að ég er svona. Þetta er ekki lengur þeim finnst ég ógeðsleg heldur ég er ógeðsleg. Skýrir að hluta til þessar langvarandi afleiðingar og er satt að segja bara langt ifrá að vera eitthvað grín. Þetta er bara mjög erfið partur í lífinu að vera með brotna sjálfsmynd. Ég get ekki komið nálægt skólabyggingunni, ég er að reyna að vinna í það að stækka svæðið, mér finnst erfitt að fara út á meðal fólks,
Mér finnst bara ekki þægilegt að vera innan fólk, þannig ég yfirleitt bara hérna heima og svona og fer voða sjaldan út. Að vera skotmark í svona litlu bæjarfélagi bara það erfiðasta sem ég held að einhver geti gengið í gegnum. Ég til dæmis reyndi að drepa mig. Reyndi náttúrulega mikilvæg þáttur á þessu, af því að mér tókst það ekki. En það langar engum að lifa líðandi svona illa. En ég get ekki borið þetta með mér alla ævi. Þetta fólk hefur ekki áhrif á mig í dag. Þannig að það var mikil von, fannst mér, líka í viðtölunum. Þau voru mörg að tala að þau gæti ekki tekið þetta með sér og þau voru mörg að gera góða hluti, voru rosa duglega að passa upp á sín eigin börn og annara og svo framvegis. Þannig að það eru tækifæri, ótrúlegt að satt í þessu öllu saman sem að margir hafa bara gert af bara, já ég bara dáist að, verði ég bara að segja. Já, niðurstöðugerendur. Ég hlýt að hafa hoppað yfir eina hérna. Nei. Ok, mikil vanlíðan og þunglyndis börn. Mér finnst mjög mikilvægt að taka þetta fram. Það var margir gerendur sem að tala þetta. Þeim leið ekki vel sjálfum á ýmsum ástæðum. Það voru hjá sumum þeirra voru slæmar heimilisástæður. Þau vildu passa inn í, vera partur á hópnum og öðlast stöðu. Og sumum voru hræddir að tekið fyrir næst, höfðu jafnvel verið lögð í einelti. En það sem var gegnumgangandi var skömm og eftirsjá. Og ég ekki búin að greina nógu vel öll gerendaviðtölin, en þetta var það sem var rauði þráður í gegn og mér langaði bara að leyfa ykkur aðeins að sjá það sem að þau sögðu. Í fyrsta lagi þetta svona klassískt og þetta bara svona skólabókardæmi þegar ég að segja, þegar ég að hjálpa til í eineltismálum og tala einelti, að þá ég svolítið að tala að það ekki nóg fyrir okkur fullorðna fólkið að ræða við krakkana í eitt skipti eða tvö. Það þarf að vinna miklu meira með þetta og ég verð að segja að þetta bara eiginlega sannar það. Gunnar gerði lítið úr þolanda og ef honum tókst vel upp þá fjölgaði áhorfendum. Og Gunnar segir, ég var bara meiri töff í skólafélagana, þau hlógu með okkur og engi stóð með honum og okkur var hrósað fyrir að vera sniðugir. Og eftir að gerendur voru kallaðir til skólastjórinn og beðnir að hætta að stríða þolanda þá gerist þetta. Svo var það bara einn okkur sem lamdi hann fyrir að klaga og við hótuðum að lemja hann meira ef hann klagaði aftur. Þannig ef við höldum að það að ræða við einu sinni breyti þessu þá það mikil mistök og þetta náttúrulega skýringin á því að fullt af börnum segja einelti að verði verra eftir að fullorðnum sagt frá og þess vegna eru þau oft hrædd við að segja frá og vilja það ekki. Ömurlegt að hugsa þetta, hvað ég vildi að maður hefði aldrei gert þetta, en svona var þetta bara og enginn sagði neitt. Það hefur verið gott að við vinkonurnar höfum getað rætt þetta opinskátt og viðkennt að við gerum rangt og auðvitað var besta lækningin að viðkenna og biðja þolanda fyrirgefningar. Og svo talar hún áfram það hvað það sé mikilvægt. Þolendirnir sjálfir töluðu margir hvað þeim þótt gott þegar gerendur þeirra báðust fyrirgefningar. Það rosalega óþægilegt að vita að maður hafi valdið einhverjum svona áhyggjum eða svona vanlíðan. Það vond tilfinning. Vont að vita að það hefur einhver sem ég var með í skóla sem fær bara einhvern hnút í magann þegar hann sér mig og það ekki góð tilfinning að hafa verið vondur við einhvern. Þetta eitthvað sem ég vil helst ekki ræðum af því að þetta dauðskammast ég mín fyrir þetta og ég reyni að vera rosa næs við alla í dag. Ég legg mig miklu meira fram, ég hafa góð áhrif á fólk. Þú veist, láta því líða vel og ég þessi típa í dag sem veist ég labba út úr kringlunni eitthvað og ég mæti einhverjum með fjólublátt hár sem ég finnst geggja og þá hrósa ég því. Mér finnst rosalega mikilvægt að bæta daginn hjá einhverjum frekar heldur en að reyna að rífa niður. Allan tímann vissi ég að ég var að gera rangt, en ég hélt því samt bara áfram. Og svo þegar ég þurfti að opna mig upp með þetta og þurfti að segja hlutinu upp á þá brotnaði ég niður. Mér fannst ég þurfti að taka eitthvað svona A-dæmi og þú veist bara taka skref upp í það hvernig ég gæti orðið betri manneskja og hvernig ég gæti á endanum beðið þetta fólk afsökunar. Og það ekki fyrir en eftir einmitt bara mikið af geðlækna og sálfræðitímum og þú veist sjálfsuppbyggingu að ég komst á þennan punkt. Þannig að gerendur eru líka börn. Þeim líður mjög oft illa og þeir þurfa hjálp. Þetta ekki vond börn, þetta eru börn sem þurfa hjálp og við þurfum að standa okkur miklu betur í að vinna með gerendur heldur en við gerum í dag. Það margt orðið miklu betra núna heldur en það var í því að taka á einelti. Hvað þá frá því að ég var til dæmis lítil, en
rannsóknir eru síðar að sýna að hefðbundnar eineltisáætlanir nægja ekki einar og sér, það virðist ekki nægja. Það minnkaði sjálfsögðu einelti, jú, 19–20% og allt gott það að segja, en það samt fullt af einelti eftir. Þau ná ekki öllu. Og það eru alls konar rannsóknir í dag sem eru svolítið að sýna að við þurfum eitthvað meira. Svo finnst mér mjög áhugavert þetta með að það ná ekki upp í unglingadeild og hafa engin áhrif eftir 7. bekk í þessari rannsókn frá 2015. Þannig að hér þurfum við eitthvað að gera betur. Við þurfum eitthvað að skoða eineltisáætlanirnar okkar og víkka þær út, taka inn meiri forvarnir og svona hitt og þetta sem ég gæti talað þangað á morgun. En við þurfum að vera betri. Og þessi rannsókn getur að sjálfsögðu hjálpa til með það, vegna þess að við spurðum líka hver verður þeirra draumaviðbrögð, hvað gerði skólinn og fullorðna fólkið, hvað voru verndandi þættir sem hjálpuðu þér til að takast á við þetta einelti og svo framvegis og svo framvegis. Þannig að næstu skrifi þessu eru að það eru það bil 25 viðtöl að bætast við núna í haust og ég og Kristína klára við úr þessum gögnum. Við ætlum að skrifa greinar og bók vegna þess að það er rosa mikilvægt að þessar raddir fá að heyrast og nýtist til góðs. Kæru þátttakendur í rannsókninni, það eru ótal margir mikilvægir punktar sem koma fram sem munu nýtast vel. Þannig að takk fyrir þáttökuna sem ég veit að reyndist mörgum ykkar erfið. Það var erfitt að rifja þetta upp fyrir marga. En vilji ykkar til þess að hjálpa og aðstoða og láta gott að ykkur leiða var ykkar eigin óþægindum og vanlíðan yfirsterkari. Þannig að ég bara láta ykkur vita hvað ég er ofsalega þakklát fyrir ykkar þáttöku. Og ég lofa að gera mitt til þess að þetta verði til góðs. Framtíðarsýn Vöndu er okkar eigin eineltisáætlun. Mig langar til þess að gera svona Íslandsmódelið, vanda sig aðferðin. Þar sem við setjum inn í alla þessu hluti meðal annars sem kemur úr þessari rannsókn og fleiri rannsóknum. Og mig langar líka að námskeið einelti, forvarnir og inngrip verði skylda á öllu menntavísindasviði. Þetta eru svona draumarnir. Annars þá treysti ég á að þið sem eru að hlusta á þetta erindi, að þið, ef þið eru ekki þar nú þegar, að þið komið öll með mér í eineltisbaráttuliðið og þessar niðurstöður sem ég er að sýna ykkur, þær hafa vonandi gefið ykkur svona innspýtingu af hverju þetta er svona mikilvægt. Ég held reyndar við vitum það öll í dag, en við þurfum að gera betur. Einelti er á uppleið og þetta eru allt of mörg börn sem að verða fyrir þessu, þessar afleiðingar eru hræðilegar. Þannig að við þurfum einhvern veginn að taka höndum saman af því þetta er hægt. Og það eru til bekkir sem ekki með neitt einelti og ef til einn bekkur með engu einelti þá getum við gert alla bekki þannig. Þannig að þetta er alls ekki vonlaus barátta, þetta er ekki eitthvað náttúrulögmál sem verður að vera. Við getum komið í veg fyrir þetta og ég vona að þessi rannsókn verði og eigi hluta að því. Þannig að takk hérlega fyrir mig. Kveðjur úr sveitinni og bless í bili.